Velkomin í föstudagsþáttinn. Í kvöld fáum við til okkar góða gesti að venju. Við ætlum að kíkja á mál aldraðra. Við ætlum að tékka á AK Extreme. En til að byrja með hef ég fengið til mín feðga sem eru með ferðaþjónustu hérna á Þórisstöðum. Það eru Stefán Tryggvason og Þórir Stefánsson. Velkomnir. Takk fyrir það. Takk fyrir. Ef við byrjum á þér, Stefán, þið eru með aldeilis, þið eru búin að breyta fjósi í hótel og ekki bara einu heldur tveimur, er það ekki rétt hjá mér? Jú, reyndar. Getur aðeins sagt mér hvernig maður fær svona hugmynd og hvað verður til þess að maður lætur slag standa? Getur svona víst því? Sko, við erum nú hjónin, sitt úr hvorum landsfjórðungi, Inga er Mývetningur og ég er Kjalnesingur. Og við kynntumst á Hvanneyri og byrjuðum búskap á föður arfleið minni á Skrautholum á Kjalnesi, sem var reynda bara lítil jörð og svona, í dag er hún bara í norður bara Reykjavíkur, Kjalnesi, þannig að það var farið að þrengja þarna að öllum búskap og slíku. Þannig að við ákváðum að flytja í svona öflugra landbúnaði hér að við vorum semst kúabændur og komum hingað norður 1990 og vorum í, eins og ég kallaði þurrabúðin á Akureyri í 2 ár, við vorum að raunverulega bara leita okkur að jörð hérna í firðinum. Einbeitt í því að verða bændur? Já, við vildum halda áfram búskapnum og fundum þessa jörð, Þórisstaði á Saplaströnd, keyptum hana og bjuggum bara hefðbundnum kúabúskap þá næstu 12 árin þar og þetta er mjög þægileg og góð jörð og var ekkert út á það að sitja á neitt hál. En svo er komið að því að ég bara verð pínu þreyttur. Já. Þreyttur að vera alltaf skítugur og já, ég hef búin að vinna mikið einn og hérna farin að slitna hreinlega og þetta verður sem sagt til þess að við förum bara virkilega að velta fyrir okkur einhverjum nýjum hlutum. Inga var þarna á fullu kennslu og við hefum 4 strákar sem eru aldrei þarna upp og við vildum vera þarna áfram. Og það má segja kannski að það var búið að reka sveitahótel út í Sveinbjarnargerði næstu jörð við í nokkur ár. Það hjálpaði okkur gríðarlega til þess að svona, við gátum leitað í þeirra reynslubanka og við tökum þessa ákvörðun á tiltölulega skammum tíma að bara hætta öllum búskap og fara í ferðaþjónustu 2004. Þá seljið bara kvótann og seljum kvótann og notum hann sem start í þetta og svo það náttúrulega hreins út úr öllum haughúsum og hlöðunni og hérna gríðarlega framkvæmdir. Allar innréttingar út úr húsum og annað slíkt. Já, þetta var þetta ansi stór pakki svona í byrjun. En við opnum 10 herbyggi 2005 og höfum svo bara bætt svona við á hverju ári einhverju. Það var nú að ég ekki tala svona í dag sko að hérna gera allt bara fyrir eigið fé en það einfaldlega gerðum við og höfum gert allan tíma. Það er bara framkvæmt fyrir það sem við höfum átt að hausti svona nokkuð niður. Þannig að traffíkin hefur strax farið að skila peningum í kassan? Má segja sko, það er kannski sem kom okkur mest á óvart, að hóparnir voru miklu öflugri heldur en allir sögðu okkur. Lausatraffíkin? Nei, ekki lausatraffíkin. Heldur einfaldlega skrifstofurnar báðu bókanir fyrir hópa. Við héldum og okkur fannst allir segja þetta er að breytast í hérna, það að fólk er bara að ferðast á bílum, bók á netinu, en það var bara ekki raunin. Ekki eitthvað tilfelli, nei. Þannig að við fengum sem sagt mjög mikið hópa strax í byrjun og höfum verið með það raunverulega sem kjarnar í okkar starfsemi sín. Og svo bara færðu syniðina í lið með þér, Þórir, þú ert þarna á fullu, er það ekki? Jú. Hvað sér þú hvað er þitt verksvið? Sko, já, bara ábyrgðin hefur svona svo sem aukist alltaf bara ár frá ári, frá því að maður bara skipti rusl og klósettpappír fyrstu sumurinn og yfir í að bara, kannski taka sér starfsmannamálin eða, bara svona kannski almenn yfir umsjón, allavega yfir þessa 5 mánuði sem að traffíkin er. Og þetta er náttúrulega svo mörg horn að líta, þú veist. Þarna, ekki síminn, það er svo mörg horn að líta, þá gengum maður bara í öll þau störfi, það ekki? Nákvæmlega, maður gerir það. Og svo eins og pappinn segir, þið hafa verið að vaxa og hver er staðan í dag? Hvernig er þessi rekstur í dag? Í dag, eins og ég segi, þá er þetta eru þessi 5 mánuðir, aðalega, þar sem að
eins og pabbi segir, þessir hópar eru að koma og það eru bara erlendar og íslenskar ferðaskrifstofur sem að bóka hjá okkur og við erum kannski með yfir þessa 5 mánuði 12-13 manns hjá okkur yfir sumarið. Já, í vinnu. Já, og þá það svolítið við erum 2 yngstu bræðurnir sem að sjáum svolítið það og meðan að það eru kannski mamma og pabbi sem að sjá hina 7 mánuðina sem maður segir. Já. Og þá það fundir og ráðstefnur sem að... Ert þú þá bara í burtu veturinn? Já, ég hef verið búsettur í Reykjavík undanfarna 4 vetur og ferðast þar á milli heiminn og svona. En tíminn hleypur svo hratt frá okkur, mér langar svo að vita, þeir eru með svo margt í gangi, það til dæmis turnasafn að rísa og segja okkur aðeins hvernig það kom til. Það svona turnablæti sem að hefur náð tökum á mér. Þetta byrjar með því að það sem sagt votisturn á Þórsstöðum sem að hafði reyndar ekkert verið notaður þegar við komum þarna og ég notaði aldrei. En þegar við breyttum þá vildi ég alls ekki rífa niður. Hann var ágætlega, steypan í hann var fín og satt að segja var það alltaf í byrjun hugmyndin að gera hann að svona einkennistákni staðarins. En síðan þegar að þessir hópar heldust yfir okkur, svo má segja, þá var ekki þörf fyrir að svona hæpa neitt upp eða gera auglýsa mikið staðinn. Þannig að það ekki fyrir bara núna, fyrir 4-5 árum sem að þegar ég var eiginlega búinn að breyta öllum fermetrum á Þórsstöðum undir ferðaþjónustuna, taka undir ferðaþjónustuna, að við fórum í að innrétta turninn og núna hann sem sagt fyrst og fremst útsýnisturn með 5 hæðum og 7. hæðin svona garðkúla og svalir í kring. Gler, það ekki? Jú, þannig að fólk, allir okkar gestir fara þarna upp bara til að njóta útsýnisins og sólarlagið náttúrulega sést mjög vel út fjörðinn. Norðurljósin. Og svo norðurljósin að vetrinum. Og þetta sem sagt alltaf til reiðu, ef við getum sagt sem svo. Geta allir komið þarna við og fengið að kíkja eða já, það bara fínir gestir? Já. Það alltaf eitthvað en það komi bara fólk á götunni og fá að fara þarna upp. Og svo verði ég að fá að spyrja hlöðuverkefnið. Já, það svo aftur það síðasta sem að komið í hausinn á kallinum. Því að þegar við erum búin að innrétta raunverulega fjósið í Leifshúsum, þessari jörð sem við keyptum fyrir 3 árum, sem fyrir ofan veginn, fyrir ofan veginn, að þá á ég þarna orðið allt í einu 300 fermetra uppsteypta hlöðu. Og maður lætur hann ekki standa bara. Nei, maður lætur hann ekki bara standa og horfa á hana og ég var náttúrulega búin að fylla þetta drasli en svo fór ég nú í það að koma því svolítið fyrir og þá einfaldlega vaknar þessi spurning. Ég var 60 á síðasta ári og strákarnir okkar eru mikið að koma inn í þetta og Inga hætt að kenna og við bara verðum að fara svolítið að njóta. Og ég unni mér nú afskaplega vel heima á nú svona ákveðin bakgrunn í kannski leiklist. Systir mín lærleikona og maður lék mikið í skóla og annað slíkt, þannig að mér langaði svona kannski fara að nálgast aðeins þennan menningar heimaftur. Og núna sem sagt hugmyndin sú sem eingöngu hugmynd ennþá. Ennþá hugmynd á blaði. Ennþá hugmynd á blaði. Trúið alveg til að framkvæma hana. Já, þetta raunverulega, má segja 2 hugmyndir. Ég hef annars vegar verið mikill áhugamaður sérstaklega íslenska lerkið og hef svona smá sem að vera að koma mér upp vélum og slíku til að vinna svolítið með það. Og nú ég að vinna í því vetur að nýta þessa 350 hlöðu, innrétta hana og gera annars vegar verkstæði í öðrum endanum fyrir þessa vinnslu. Og hinn endinn verður stór salur sem að ég get bæði verið með sem sagt, nýtt sem hluta af þessu tréverki mínu en líka að langar okkur að bjóða þarna fólki, fyrst og fremst sviðslistafólki, þess vegna alls staðar á heiminum, að koma og dvelja hjá okkur í 1-2 vikur og nýta þessa aðstöðu bara á þessum 2 jörðum, þessa sali og náttúruna sem þarna og vinna verkefni sem að ég vildi helst sjá unnin frá grunni. Menn kæmu bara með hvítt autt blað. Byrjuði að vinna. Þetta svona eins og vinnustofa. Svo vinnustofa. En eins og ég segi, fyrst og fremst fyrir sviðslistina, fyrir músíkina,
leiklistina, dansinn og sirkus, hvað eina Og slíkt. er ekki rétt skilið hjá mér að þetta fólk þarf ekki að borga fyrir að vera þarna en það þarf að hafa opin tjöld, að Já, vinna fyrir það opin tjöld. er sem sagt hugmynd okkar, það er að við raunverulega bjóðum fólki að koma sér að kostnaðarlausu og í gistingu og nýta þess aðstöðu, en skilirinn væri þau að vinna fyrir opnum tjöldum og enda tímabilið með einhvers konar sýningu. Opinni kynningu eða sýningu á afrakstrinum með einhverju. Sem væri þetta aldrei fullunni verk, Nei. heldur meira bara til að sýna sköpunina sem að hefur átt sér stað þarna. Og þetta er náttúrulega að hugsa bara til að svona auka, þú veist, lífið í nærsamfélaginu. Viðbót við menninguna og allt, en nú því miður tíminn er hlaupinn frá okkur, ég hefði getað spjallað við ykkur í allan dag, það er svo mikið í gangi hjá okkur. Klukku hjá okkur. Þakka ykkur kærlega fyrir að koma og bara gangi ykkur vel í tímabilinu sem er að hefjast og í öllum þessum framkvæmdum. Takk fyrir. Takk fyrir.